Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvítamáva. Gesturinn okkar ung kona sem býr hér á Akureyri núna. Kemur reyndar ekki þaðan. Hún mikill áhugamaður útivist og annað slíkt og hún táknmálstúlkur. Við þurfum að vita hvað það Hún Unnur Ósk Unnsteinsdóttir, hún ætlar að spjalla við okkur á eftir. Unnur Ósk, velkomin. Takk fyrir. Sko, táknmálstúlkur. Þetta náttúrulega fyrsta lagi erfitt að segja þetta orð. Vissulega. Já, en sko, hvað táknar það? Það þýðir bara það að ég túlka af íslensku eða öðru tungumáli yfir á táknmál og öfugt fyrir þá sem þess þurfa. Þannig að það þú sem að gerir svona og allt þetta. Já. Og búin að læra þetta. Þetta ég búin að læra, já. Þetta bara nýtt tungumál. Já, alveg. Þetta eins og þú færir bara í háskóla og lærðir eitthvað sérstakt tungumál. Þetta bara, það ekki að sama? Þetta bara eins og ég fór í háskóla og fekk BA-gráðu í táknmálsfræði og táknmálstúlkun. Já. En þú björgunarsveitakona. Já. Þú sko jeppakall, eins og maður segir. Já. Þú hefur áhuga á útiveru og öllu sem að þessu lítur. Já. Og í björgunarsveitinni, Súlum á Akureyri. Já. Selduð þið mikið af flugveldum? Við seldum alveg þokkalega mikið af flugveldum. Já. Hefðum hugsanlega viljað selja ögn meira. Af hverju? Bara, maður ekki alltaf, þarf maður ekki alltaf peningana? Jú. En hefði þurft að vera aðeins meira? Áætlanirnar okkar hefðu hugsanlega viljað sjá örlítið meira. Maður segir stundum í sjálfan sig, þegar maður kaupir flugvelda, ég hefði kannski keypt meira magn ef það hefði verið ódýrara. Já, það stundum svoleiðis. Já. En við náttúrulega kaupum þetta bara inn á ákveðnu verði og þurfum að selja þetta með ákveðinni álagningu eins og allir aðrir verslunareigendur. Já. Hvaðan kemur þetta? Framleiðslan sko. Þetta framleitt í Kína mestmegnis. Við förum, það eru okkar framámenn í flugveldasölu ferðast til Kína til að skoða hvað í boði, hvernig framleiðslan fer fram og hvort það sé ekki allt saman eftir stöðlum og þess háttar og velja vörurnar eða velja inn nýjar vörur, já. Já. Hefur þú farið svona ferð? Nei, ég kem ekkert að flugveldunum nema bara að selja það og njóta þeirra sjálfsög. Já. Og skaustu sjálf miklu? Nei, ég skaut ekki miklu. Ég skaut aðeins. Það voru guttar þar sem ég var að fagna núna eða halda upp á áramótin. Þannig ég skaut aðeins, eins og tók ég líka þátt í flugveldasýningunni á Brennunni. Já, þú hefur verið þar? Já. Sko, maður að velta fyrir sér fólki sem í þessu og eins og þú, alveg á kafi, þú komin og eins og ég sagði þig, nýlega komin til Akureyrar. Hvar varstu áður? Ég fædd og uppalinn í Reykjavík. Já, þannig þú hefur byrjað þar? Já. Hvað byrjar gömul? Eða ung, réttar að sagt. Ég var held ég 18 eða 19 ára þegar ég byrjaði í nýlega prógramminu í Hjálpræðisskátt í Reykjavík. Já. Var þar í 2 ár, svo var bara svo mikið að gera í háskólanum, í skóla, að ég hætti þar. Svo þegar ég flutti hingað búið með skólan og allt saman, að þá byrjaði aftur að fullum krafti. Já. En hvar fyrst þennan áhuga? Í upphafi held ég hjá foreldrum mínum. Bara með því að vera í jeppaferðum og útilegum og alltaf upp fjöll og út allt. Svo var ég í skátastarfi líka. Já. Og þaðan kom svona þetta sjálfboðaliða hugmyndafræðin. Já. Og þetta var einhvern veginn bara svona, automatískt ef maður getur sagt það. Eftir að maður svona steig aðeins upp úr skátastarfinu að þá fór maður yfir í björgunarsveitina. Með pappa og mömmu upp til fjalla. Ég spyr stundum, hverjir foreldrar þínir? Það eru Unnsteinn Marvinsson og Vilborg Birgisdóttir, ættu að vestan, eða þau eru að vestan. Að vestan og það kannski fjöllin þar sem að hafa dregið til fjalla annars staðar?
Já, bæði og sko. Ég hef ferðast svolítið fjöllin þar, en svo líka bara allt hálend Íslands og út allt. Já. Stundum sagt að krakkar, þeir eru orðin svona 12 ára, þá segi nei, pabbi og mamma, ég nenni ekki að fara með ykkur. Varst þú þannig? Já, alveg klárlega. Er það? En þau drifu okkur með, ég held ég hafi verið 15 ára þegar þau náðu að draga okkur með í síðustu ferðina áður en ég mátti verða ein eftir heima. Það var vikulöng ferð og við eigum ennþá myndir þar sem við sitjum bæði systkinin grautfúl í aftursætinu með headphone á haust. Hundleið á að fara í enn eina jeppaferðina. Akkurat, en sú ferð var svo rosalega skemmtileg að ég hef ekki hægt í þessu síðan. Já, en þýðir það að þú eigir jeppa sjálf? Nei, ég á ekki jeppa sjálf. Ég á stóran fjölskyldubíl, við skulum orða það þannig. Já. Sumum finnst að vera jeppi, en þetta er bara fólksbíl. Þetta er bara fólksbíl. Hvernig jeppa langaði þig í? Draumabílinn minn er Willys. Langur? Nei, ekki langur. Stuttur. Stutt Willys? Já. Já, sem kallast þá bara Jeep, er það ekki í dag, eða hvað? Ég kann ekki nákvæmlega nöfnin á þessu, en ég sé hann alveg fyrir mér. Hvaða lit? Rauður. Á hver stórum dekkjum? Bara því stærri því betra. Því stærri því betra? Já, svo lengi sem hann drífur það áfram. Mundirðu fara ein til fjalla? Það fer eftir í hvert maður er að fara og svoleiðis. Þegar ég er að leiðsegja í svona jeppaferðum, þá er maður oft einn, en maður veit, það er búist við manni á næsta stað og maður veit að fólk í kring og svoleiðis, þá gerir maður það. Já. En ef maður er bara einn og sjálfur, þá vill maður hafa eitthvað með sér, sérstaklega ef maður er á gömlum bíl sem á til að bila. Þá er betra að hafa eitthvað með. Já, stelpa í Reykjavík, hvar áttur heim í Reykjavík? Í Breiðholtinu. Já. Hvað skóla það náttúrulega? Breiðholtsskóla eitthvað? Nei, byrjaði í Seljaskóla og flutti svo yfir í Ölduselsskóla. Já. En sko, maður spyr bara, af hverju flyttur til Akureyrar? Upphaflega var það alltaf strák. Strákurinn sem ég var með þá gaf mér í raun og veru góða afsökun til þess að flytja norður til Akureyrar. Mér hafði alltaf langað til að prófa að búa ykkur staðar annar staðar. Já. Og mér fannst eitthvað spennandi við að koma hingað norður. Maður var búin að eyða miklum tíma vestur í Djúpi og Ströndum en hafði aldrei verið neitt hérna fyrir norðan. Þannig ég ákvað bara að kýla á þetta og spyrja hvort að bæðist ekki túlkastarf hérna fyrir norðan. Já. Og ríkisstofnunin sem ég vinn hjá bara sá fram á að það væri ekkert mál. Þannig ég ákvað að slá. Hvaða stofnun er það? Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra. Já, stutt og laggott. Já, einfalt. Hvað hefur aðstöðu? Heima hjá mér bara. Já, þú er engar skrifstof eða neitt þess aftur? Nei, ég er eini starfsmaðurinn hérna fyrir norðan, þannig að það er einfaldast að vera bara heima. En tekurðu þá sko, þarf það að vera þannig að þú takir á móti fólki líka eða? Nei, í raun og veru ekki. Ég hitti þannig lagað segi ég. Ég hef náttúrulega líka, ég vinn líka sem símatúlkur og í fjartúlkun. Í símatúlkun? Já, og þá túlka ég bara í gegnum Skype og þá er ég náttúrulega heima í stofu. Já. Þannig að þannig lagað býð ég fólki heim, en það sér aldrei nema bara eitt horn á stofunni hjá mér. Já. En verkefni sem þú ert með, hvaða verkefni færðu eftir þetta nám? Það er alls konar. Maður byrjar yfirleitt á svona, ef maður getur sagt, einfaldari verkefnum, stuttum verkefnum, fara með fólk í bankann, eitthvað þess áttar. Já. Svo er það læknisheimsóknir, viðtöl, háskólinn, grunnskólar, framhaldsskólar. Já, þú ferð með viðkomandi á þá staði sem það getur ekki fengið sko eða skilur ekki. Já. Já. Þannig að þú ert tengiliðurinn bara nánast í hverju sem er í lífinu. Já, bara hvað sem þarf að túlka, hvort sem það er jarðaför eða barnsfæðing eða hvað sem er. Í hverju hefur þú lent skrýtnustu? Það er alls konar. Já, þú nefnir barnsfæðingu þar? Já, ég hef reyndar aldrei fengið að túlka það? Nei. En skrýtnast. Minnistaðast er svona, þegar maður er í svona
aðgerðum inn á spítala, í svona aðstæðum kannski þar sem maður myndi aldrei vera viðstaddur annars. Já. Og já. Þetta hlýtur að dálítið sérstakt. En af hverju velur þetta? Það var eiginlega bara alveg óvart. Ég fór í valfag í kvennaskólanum í táknmáli og í einhverjum af síðustu tímunum segir kennarinn sem svo, já, svo muniði bara eftir að þið geti líka lært þetta í háskólanum. Og þá var ég ekki búin að ákveða hvað ég ætla að læra í háskóla. Ég var búin að ákveða ég ætla í háskólan en ekki búin að ákveða hvað. Já. Þannig ég ákveða bara að slá til. Já. Og hvað var það fyrsta sem að gert þegar þú kemur inn í háskóla sem ég ætla að læra táknmálsfræði? Hvað? Það ekki verið tekið að móti þér svona neitt eða? Jú, eiginlega. Jú, er það? Okkur bara sparka út í djúpu laugina. Strax? Já. Læra stafrófið? Já, stafrófið til að byrja með og þessi einföldustu tákn, góðan daginn, hvað segir gott og svona. Og svo bara byggt ofan á það. Hvað segirðu gott? Hvað segirðu gott? Já. Ég geti lært eitthvað þessu. Það geta nefnilega held ég allir lært eitthvað. Já, en er þetta erfitt? Það svolítið strembið. Þetta náttúrulega alveg heilt tungumál með sinni málfræði og svona reglum og hefðum. Þannig að þetta ekki auðvelt að læra. Það ekki auðvelt? Nei. En það geta allir lært allavega upp á vissumarki þótt að maður verði kannski aldrei eins og þetta verður aldrei móðumálmanns. Nei. Og það alveg þannig að heyrnarlausir sjá það að ég fæðist ekki með táknmáli sem mitt mál, sko. Þetta alltaf mitt annað mál. Já. En sko, þegar þú ert að tala og læri kannski þá jafnframt einhverju önnur mál, ensku eða þýsku, þar sem að sko hugsunin pínlítið öðruvísi heldur hjá íslenskunni og þetta snúa orðum að raða upp á nýtt og þess áttar. Man segir kannski einhverja svona bunu af orðum setningu sem að fara út til loftið og hvernig ætlar að koma öllu þessu í táknmál? Styttið þetta eða takið það helsta eða? Nei, við yfirleitt sko túlkum allt sem sagt er. Stundum tekur það lengri tíma, stundum tekur það styttri tíma. Af því að stundum eru rosalega orðabunur á íslensku sem eru bara með eitt tákn á táknmáli. Og stundum eru mörg tákn á táknmáli fyrir eitt orð íslensku. Já, þannig að það þarf að hugsa öðruvísi. Já. Og orðaröðin eru öðruvísi og þannig að það ýmislegt sem að þarf að hafa í huga. Já. Það er eins og að flirtala í sömu tungumálum. Það er bara sagt tvisvar eða þrisvar, sama orðið. Já, það er eins í táknmáli. Það er eins í táknmáli? Já. Já. Þetta er mjög skondið. En sko, þegar þið eruð í kennslunni eða náminu, eruð þið þá með fólk sem að þarf á einhverju að halda til framtíðar? Er það með eða eruð þið þá bara í samskiptum í kennar og fyrirlesara? Já, sko í færni námskeiðunum þar sem við erum að læra táknmáli sjálft og þá erum við með táknmálstalandi og heyrnarlausa kennara og svo fáum við inn einstaklinga til þess að hjálpa okkur, segja okkur sögur, aðstoða okkur við verkefni, spjalla saman til dæmis í prófum og þess að þar. Það sem að prófin í táknmálstúlkun eru svolítið öðruvísi heldur en önnur próf í háskólanum. Það sem að til dæmis eru einn heyrandi og einn heyrnarlaus einstaklingur sem að spjalla sín á milli og við eigum að túlka. Og svo er lagt mat á túlkunina. Já. Þú gæti sitið hér á móti með heyrnarlausum eða mállausum einstaklingi og sagt honum sögunum Hans og Gretu bara með táknum og þessu öllu. Ég vona það. Það er það sem ég á að geta. Sko, ég heiti nokkuð löngu nafni, þú heitir nokkuð löngu nafni, Unnur Ósk Unnsteinsdóttir. Hvernig segir þú það á táknmáli? Unnur Ósk Unnsteinsdóttir. Er þetta hvað? Dóttir. Dóttir? Já. Já, þetta er fallegt. Já. Það er ég alveg hjartanlega sammála. Já, þetta þegar maður sér þetta eins og þegar verið að segja fréttirnar í sjónvarpi og öðru, og maður skilur töluvert. Já, þetta er ekkert svo langt frá okkur. Nei. Já, þetta er merkilegt.
fjölskylduhægir þínir, hverju eru þeir? Já, ég og foreldra, Já. 2 bræður. Já. Átti ekki eiginmann? Ég á ekki eiginmann, nei. Nei. Ég bý ein með 7 ára syni mínum. Já. Og hann er í hvaða skóla? Hann er í Lundarskóla. Já. Ertu komin á brekkuna? Já. Já. Ég hef í raun og veru alltaf verið á brekkunni. Nú er það. Já. Hvað ertu búin að vera lengi á Akureyri? Rétt 10 ár. 11 ár núna í Nú, þú ert búin að vera þó það lengi. Já. Viltu bera saman Reykjavík og Akureyri? Já, það er alveg ástæða fyrir að ég bý en þá hérna. Mér finnst betra að búa hér heldur en í Reykjavík. Já, að hvaða liti? Það er bara hægari takturinn hérna. Mhm. Það er allt rólegra, það er styttra í allt. En það einhvern veginn hefur allt sem maður þarf samt. Já. Það er auðveldara einhvern veginn, mér finnst auðveldara að koma fólki saman hér. Já. Það er einhvern veginn, maður hittir ofta vinina og þarf minna að hafa fyrir því finnst mér. Já, eignaðistu vini fljótt þegar þú komst? Já. Var vel tekið á móti þér? Mjög. Stundum talað þetta, þessi erfitt að kynnast Akureyringum. Já. Er það ekki bara della? Mér finnst það, ég hef allavega ekki átt í neinu vandræði með það. Nei. Það er bara, ég er alltaf datt beint inn í svona nokkuð tilbúin vinahóp þegar ég flutti hingað. Já. En það er misjafnt hvernig það tekir á móti fólki samt, Já, inn í nýja hópa. Já, en það gekk bara alveg rosa vel og þetta er mjög samheldinn hópur og já. Hvernig er með ykkur sem er starfið í björgunarsveitunum, sko, sem betur fer, segir maður, þá kannski er ekkert allt of mikið að gera, en hvað gerir þið þá þess á milli? Eru haldið fundir, eru æfingar, þjálfanir og hvað eru það að gera? Það er bara alls konar. Ég er að fara á fund í kvöld. Segðu fólki hvernig það er að við hverjum að búast þegar þið er búin að æfa ykkur og eru alltaf tilbúin. Hvernig er þetta? Sko, náttúrulega þegar nýlega prógramin lýkur að þá ræður svolítið mikið hversu mikið þú starfar með sveitinni. Þú getur verið á útkallskrá og stekkur bara til þegar þú komin útköll, en flestir starfa töluvert með sveitinni ef þeir eru á annað borð virkir. Já. Þá eru þetta fundir þar sem farið yfir dagskrá vetrarins og það eru alls konar störf sem þarf að vinna. Þetta er náttúrulega bara félag sem þarf að reka og er í raun og veru fyrirtæki og margt sem þarf að gera. Fullt af tækjum, fullt af hópum, fullt af verkefnum. Já. Og maður velur sér yfirleitt hóp til að starfa með. Getur valið marga, getur haldið við einn, getur verið utan þessara hópa. Og hóparnir eru svo yfirleitt með sérhæfða dagskrá fyrir sig. Það sé skipuleggja starfið, halda æfingar, námskeið og þess að þar. Þannig að það er ekki bara kemur bara öll dorran niður í húsnæðið ykkar og fyrir að gera eitthvað, það er einhver hópur sem að, í hvernig hópum ert þú? Ég er í tækjahópunum, ég er í bílahóp og hjóla- og sleðahóp. Já. Og svo er ég í útilífshóp. Já, þannig að, það er þannig, þú velur þetta svoleiðis. Já. Já. Og svo, getur maður sérhæft sig í þessu. Og svo, eða sleppti eftir bara hvað maður vill, sko. Hefur einhver sérstök verkefni innan þessara hópa, til dæmis? Ég er í stjórn bílahópsins. Já. Og er umsjónarmaður með patról sem við eigum. Þannig að ég sé til þess að hann sé útkallshæfur. Bíllinn? Já. Þannig að ef það þarf að laga eitthvað, þá sé ég að koma á verkstað og finna út úr hvað er að. Ef það er eitthvað sem við getum gert, þá sé ég til þess að það sé gert. Ég sé til þess að allt sé í honum sem þarf, sé vel gengið hann og hann sé hreinn og svoleiðis. Já. Og svo er ég fyrsti ökumaður þá honum líka. Þegar verður útkall? Þegar er útkall, já. Hvernig er það? Þú ert heima og þú ert sofandi, þarftu að sofa með síma við hliðina á þér? Maður þarf þess náttúrulega ekki, en maður gerir það. Já. Og hvað? Svo gerist eitthvað. Klukkan er 3:30 í nótt og það hringir síminn. Klukkan 3:30 hringir síminn, þá er fyrst að velta fyrir sér, býtunum við, er barnið mitt hjá mér. Já. Og ef að ég get komið honum einhvers staðar fyrir, þá ger ég það. Og svo drífum maður sér niður í björgunarsveit, kemst að því hvað það er sem þarf að gera, hvaða tæki og búnað og mannskap þarf í verkefnið. Og ef maður sé fram á það að maður þurfa að fara á stað, þá græðir maður sig og tínir til það sem þarf. Og fer á stað. Og svo keyrir á stað? Á 40 tommu dekkjum á patról? 44 tommu. Þess þá heldur. Finnst þið gaman að keyra svona bíl? Já, finnst það mjög gaman. Annars væri ég ekki í þessu, en mér finnst þetta leiðilegt. Ertu með meira próf? Já. Já, þú ert með meira próf? Ég er með öll próf sem hægt er, held ég, nema
ADR-réttindi. Já, en svo getur þetta tekið mikinn tíma. Getur gert það, já. Já, svona sumar af þessum leitum og björgunum taka langan tíma. Já. Þú ert í vinnu. Hvernig, þú kannski ræður þínu vinnutíma sjálf eða hvað? Nei, í raun og veru ekki. Þarftu að hringja í langanafni þarna? Já, samskiptamiðstöð, já. Já, þú þarft að hringja þangað og láta það vita og sért ekki við eða hvað? Já, ef það er útkall sem ég þarf að fara í, þá hringi ég bara og læt vita að ég sé að fara. Já. Og ég bara ræddi það við minn yfirmann þegar ráðning fór fram að ég væri á útkallskrá. Já. Og hún tók vel í það og það var ekkert mál, þannig ég hef fengið mikinn sveigjanleika hvað það varðar. Er þetta almennt, svona afstaða almennt til þessa fólks sem starfar í björgunarsveit? Yfirleitt, já. Varðu heyrt talað það einmitt, sko? Já, það yfirleitt, ég veit ekki neitt sem að, þú veist, auðvitað koma upp aðstæður í vinnu þar sem maður getur ekki stokkið frá, til dæmis hjúkrunarfræðingarnir okkar, þeir stökkva ekki svo auðveldlega úr vinnu. Nei. Og þurfa ofta að vera til taks upp á sjúkrahúsi þegar við klárum. Já, jafnvel þegar þið komið. Já. Já. Þannig að það fer náttúrulega eftir í hvernig vinnu maður er. Já. En yfirleitt ef að það ekkert sem að liggur á þannig að þá ekkert mál að stökkva frá. En hvaða mannskapur í svona björgunarsveit? Hvernig fólk þetta? Alls konar fólk. Þetta bara allar gerðir? Allar tegundir. Já. Píparar og læknar og skrifstofufólk og allt? Og allt þar á milli. Og allt þar á milli? Já. Já. Hvernig félagsskapur þetta? Mér finnst þetta bara góður félagsskapur. Já. Það bara, þetta það fjölbreyttur hópur að það finna allir eitthvað sem að þeir eiga eitthvað sameiginlegt með og geta umgengist og svo leiðis. Og þetta yfirleitt, þú veist, skemmtilegt starf, það allir að sinna, þú veist, áhugamálinu sínu, það fer enginn í björgunarsveitina því að, þú veist, sem hefur ekki áhuga á því. Já. Þannig að, já, þarna samankomið ólíkt en samt líkt fólk. Já. Hvernig með jafnréttisstöðuna í þessu? Sko... Já, þú sko fyrsti ökumaður á Patról 44 tónu. Já, akkurat. Ég held reyndar, ég hef ekki skoðað sérstaklega, en ég held að ég sé fyrsta konan til þess að gegna því hlutverki hjá þessari sveit. Já. Og það ekki mörg ár síðan fyrsta konan sem undanfari, fyrsta konan varð undanfari hjá okkur líka. Hvað það? Undanfarar eru svona, þeir eru oft kallaðir svona sérþjálfaðir í fjallabjörgun sérstaklega. Já. Þetta svona þeir sem eru í besta forminu með mestu þekkinguna. Já. Og eru þá oft sendir sér af stað. Og meðan hinir koma svo með meiri búnað og svona seinna. Já. En þetta ekki að breytast nú? Það þessi mikla umræða, bæði jafnrétti og framkomu gagnvart konum og þess konar? Mér finnst... ekki strákarnir góðir við ykkur? Þeir eru mjög góðir við okkur og ég hef þannig lagað, sko andrúmsloft þannig að það ekkert, hvernig á maður að segja þetta? Ég hef aldrei fundið fyrir því að það sé neitt athugavert við það að vera stelpa í björgunarsveit eða neitt svoleiðis. Nei. En við þurfum samt, ég hef fundið fyrir að við þurfum stundum að hafa svolítið meira fyrir hlutunum. Við þurfum að sanna okkur aðeins meira. Sanna ykkur meira? Já. Það hefur alveg komið fyrir. Já. En núna, til dæmis bara eftir að ég byrjaði, þegar ég byrjaði þá var ein stelpa í bílahóp bara nýhætt og ég var ein í bílahópnum í svolítið langan tíma, en svo núna erum við fullt af stelpum. Í bílahópnum? Já. Auðvitað heldur að stelpur hefur ekki áhuga á bílum? Nákvæmlega. Bara alveg eins og strákarnir. Já, þig langar í vildis. Nákvæmlega. Nýtist sko námið þitt og starfið, aðalstarfið, nýtist það eitthvað í þessu? Það hefur ekki komið upp ennþá. Allavega ekki beint tákmálið. Það nýtist náttúrulega alls konar í bara samskiptum, af því að maður lærir náttúrulega rosa mikið samskipti manna á milli í náminu. Já. Og eins bara í túlkunni, þú veist, maður hefur verið í alls konar aðstæðum þar sem hafa farið fram alls konar samskipti. Já. Og þannig að maður getur kannski auðveldara með að setja sig í spor fólks eða fylgjast með eða eitthvað þess áttar. En það hefur aldrei komið upp að ég hafi þurft að nota táknmálið í útkalli. Nei.
En sko svona önnur áhugamál, þetta nú kannski það viðamikið að þú hefur kannski engin önnur áhugamál. Já, Hefur ferðast mikið? Já, Ísland hef ég ferðast mikið. Já. Þekkir þið vel á Íslandi? Já, alveg, ég myndi segja það, já. Gæti ég farið með því hérna í þyrlu upp á hálendið, bundið fyrir augun, lent þar, setti út og tekið af og satt, hvar eru við? Það fer aðeins eftir í hvar við værum. Hvar væru best? Sko, á Suðurlandi og þar Já, eðlilega kannski. Fjallabaki og hérna Sprengisandur og Askja, sennilega. Það er þitt svæði. Það er svolítið mitt svæði. Já. En þú ert að þvælast með fólk líka í kynnisferðum og slíku, sko. Já. Það er að segja sem hérna leiðsögumaður. Já. Ég fer í alls konar svoleiðis. Geta menn verið í Ísru bara út allar ævina? Í björgunarsveitastarfi eða? Já. Þú byrjar sem nýliði, ferði í hérna leitir, björgunarleiðangra, svo eldistu og þá ferð þú kannski að taka við radíóinu og samskiptin og þess áttar. Þannig þú verður kannski heima fyrir rest, bara þrátt fyrir allt. Það þarf einhverju að vera það líka. Já, akkurat. Og svo er líka bara ýmis störf sem þarf að vinna í húsinu á meðan aðrir fara út. Já, undirbúa og ganga frá og svona. Það er til dæmis rosalega þakklátt þegar maður er búin að vera í erfiðu útkalli að koma í hús og það er einhver annar sem tekur við bílnum og þværan eða gefur mann að borða eða bara til í að spjalla við mann og eitthvað svona. Og svona er að vera í björgunarsveit. Þannig er að vera í björgunarsveit. Unnur Ósk Unnsteinsdóttir, táknmálstúlkur og björgunarsveitakona. Það var ánægilegt að spjalla við því. Ég þarf að taka myndaði fyrst. Já, það var allt í björt þessi. Já. Kæra þakkir, gangi þér vel. Takk.